Þá komið að þriðja lið á dagskrá. Það er Oddeyri, breyting á aðalskipulagi og til máls tekur bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þetta liður 4 í fundargerð skipulagsráðs dagsett 10. mars 2021. Lögðu fram að nýju að lokinni auglýsingu tillaga breytingu á aðalskipulagi Oddeyri ásamt innkomnum athugasemdum og umsögnum. Þá jafnframt lögð fram tillaga svörum við efni athugasemda og umsagna. Meirihluti skipulagsráðs leggur til við bæjarstjórn að aðalskipulagsbreytingin verði samþykkt með breytingum til að koma móts við hluta athugasemda og umsagna. Í þessum breytingum felst að hámarkshæð húsa lækkar úr 25 metrum yfir sjávarmáli í 20 metra yfir sjávarmáli, sem felur í sér að húsin geta verið 5 til 6 hæðir að hámarki, allt eftir útfærslu. Jafnframt sett inn ákvæði að hús syðst á reitnum næst gránufélagshúsunum megi að hámarki vera 4 hæðir. Jafnframt að bæjarstjórn samþykki tillögu að svörum við athugasemdum og umsögnum. Arnfríður Kjartansdóttir vaflista greiðir atkvæði á móti og óskar bókað enn og aftur að ekki sé ástæða til að breyta aðalskipulagi. Margfalt fleiri ástæður mæla með því að aðalskipulagi sé látið óhreyft en þær fái misgóðar ástæður til að mæla með breytingu. Ég með tillögu að bókun hérna, bæjarstjórn samþykkir að aðalskipulagsbreytingin á Oddeyri fari í íbúakosningu og leggur hún til að hún fari fram eigi síðar en 31. maí 2021 í íbúagátt Akureyrarbæjar. Bæjarstjórn felur bæjarstjóra að vinna málið áfram í samráði við bæjarráð. Takk fyrir. Það bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máli sínu, orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vildi bara rétt standa hérna upp til að þakka fyrir ágæt svör sem að skipulagsráð og væntanlega starfsfólk skipulagssviðs hafa skrifað við þeim athugasemdum sem komu. Það voru margar ágætar athugasemdir og tæft á fjölmörgu og þeim var svarað að mínu viti vel og málefnalega og skýrt. Þannig að máli liggur ljóst fyrir og ég held að það sé í ágætum farvegi að það fari í íbúakosningu. Takk. Bæjarfulltrúi Andri Teitsson lokið máli sínu, orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, takk fyrir þessa kynningu. Ég vildi bara koma upp og fagna þessari bókun að við ætlum að horfa til íbúakosningar, en það auðvitað að mörgu að hyggja þegar að síðan þarf að undirbúa íbúakosningu. Er hún bindandi eða ekki bindandi? Skiptir kosningaþátttaka máli eða ekki? Og hvernig á að fara með þá niðurstöðu? Þannig að það er einhver vinna framundan og skiptir líka gríðarlega miklu máli að vel sé staðið að kynningu og ekki síst með myndrænum hætti þannig að íbúar fái sem bestar upplýsingar og að samhliða sé íbúagáttin kynnt almenningi þannig að það sé ekki vandkvæðum bundið að taka þátt í könnun sem þessar og ég tel að við að nýta tækifæri til þess að auglýsa gáttina vel og þannig að við getum nýtt hana frekar til að kanna hug bæjarbúa þegar við teljum ástæðu til. Takk fyrir. Það bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu, orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil bara koma upp til að gera grein fyrir atkvæði mínu af því ég hef nú aldrei greitt atkvæði með þessu máli vegna þess að ég er ekki sátt við þessar breytingar en ég mun greiða atkvæði með í þetta sinn því að þetta fari í íbúakosningu af því ég held að það sé ágætis lending í þessu máli og varðandi íbúakosningu vil ég bara segja að það er ótrúlega mikilvægt að við hjá bænum gerum okkur grein fyrir þeirri ábyrgð sem að liggur okkar megin varðandi kynningu og upplýsingagjöf og þetta er mál sem þarf að vanda gríðarlega vel og
sem betur fyrir þá höfum við nú stigið ágætiskref í íbúa samráði þó að þetta sé risastórt stökk í hinum svo kallega samráðsstiga sem að telur 5 þrep og bein kosning þá 5. þrepi. Við erum svolítið að æfa okkur á öðru þrepi svona þessar síðustu mánuði. En ég held samt að þetta sé allt í lagi, íbúar hafa sýnt þessu máli gríðarlega mikinn áhuga og ég held að þetta sé bara ágætismál eins og ég segi, en ég bara minni á ábyrgð okkar í upplýsingagjöf og að vanda þetta mál mjög vel. Það var bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir í loki máli sínu. Orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég tel mjög mikilvægt að orða nokkra hluti hérna í sambandi við þessa bókun og það sem við erum að fara að samþykkja hérna. Í fyrsta lagi það að við erum ekki lengur að tala þá mynd sem hefur farið hér eins og eldur í sinu alla samfélagsmiðla og aðra fjölmiðla. Það er ekki verið að fara að reisa neina turna á þessu svæði lengur. Tillagan er ekki þannig. Í öðru lagi langar mig til að benda á það að þegar að þessi hugmynd kom fram á sínum tíma, þá var bæjarstjórn boðað á fund með verktakanum og hann var með kynningu á sínum hugmyndum það hvort það væri vilji til að samþykkja það að yrði reist svona mannvirki eins og ég nefndi áðan og allir þekki orðið myndir af á þessu svæði. Á þeim tíma þá vorum við, eftir því sem ég best veit, sammála það með allavega flest, að það væri ekki okkar 11 bæjarfulltrúar að segja bara nei, þó þetta bryti í bága við gildandi skipulag. Því það hefur verið tekið sem svona dæmi það að verktakar geti bara komið hérna og óskað eftir breytingu og skipulagi og það sé bara gert. Það var samþykkt að hleypa þessu út í kynningu og kynna þessar hugmyndir. Og til þess að fá nú hérna athugasemdirnar inn og viðbrögðin inn, fá umræðina á pappír, þá þarf að auglýsa svona skipulag. Það kom fljótlega í ljós að hæðirnar sem voru í þessum húsum voru of háar. Vegna bara flugumferðaröryggis í aðflugi að Akureyrarflugvelli, þannig að það var ákveðið að lækka þessar byggingar og þannig var tillagan auglýst. Og það komnar inn hérna fjölmargar athugasemdir sem er bara gott að fá inn því að umræðan þá skipulag á Eyrinni þá búið að vera margfalt meira núna í aðdraganda þessa máls heldur en var nokkuð tíman í kringu rammaskipulagi þegar það var unnið á sínu tíma. Ég satt fund hérna niðri í Oddeyrarskóla, opinn íbúafund þar sem var verið að óska eftir aðkomu íbúa að umræðu Oddeyrarskipulagið og rammaskipulagið sem að vitnaði mikið í þessu sambandi. Þar mættu örfáir íbúar. Umræðan var sáralítil. Nú hefur annað gerst, gott mál, við erum búin að fá þetta upp á yfirborðið. Þegar þetta var síðast í umræðu þá var lögð hérna fram tillaga það að þetta færi íbúakosningu og sú íbúakosning snerist þá tillöguna í raun eins og hún lá fyrir þá sem voru 25 metrarnir. En að því að við settum þetta inn í sáttmála þá var bara eðlilegt að við klárum þetta mál með þeim hætti að það verði íbúakosning þá þessa tillögu. En ég ætla bara að ítreka það og vona að það komist að skila og við verðum að standa okkur í því. Við erum að tala allt annað, allt aðra tillögu heldur en við fórum að stað með upphafi og hvað þá tillögu sem við auglýstum til deiliskipulagsbreytingar, aðalskipulagsbreytingar. Þannig að það er bara rétt að taka þetta fram. Ég mun að sjálfsögðu styðja þetta og tel að þetta verði bara prófsteinn, góður sjálfsögðu prófsteinn á það, hvort okkur tekst að koma til skila þeim upplýsingu sem skipta máli og ég þeirra skoðunar að við hefum átt að setja í þessa bókun strax að mínu viti að 50% þáttaka íbúa væri lágmarksþáttaka til að svona niðurstaða yrði bindandi. Það var ekki samþykkt, ég ætla nú samt að samþykkja tillöguna. Ég tel, og bara harður á því,
að þetta geti orðið til þess að fólk gerir sér væntingar það að 10% þáttaka, meirihlutin með á móti, niðurstaðan verði þá svo að fólk telji það að það hafi tekið þátt í kosningu og þessi kosning ráði þá úrslitum það hvernig verði farið með málið. Þess vegna finnst mér, og ég ætla bara að árétta það hér, að ég tel að það þurfa að setja þetta lágmark því að það að mínu viti alveg út úr korti, annað en að það sé þá allavega meirihluti íbúa á Akureyri sem þátttakandi í þessum kosningum ef að kosninganiðurstaðan á að vera bindandi. Og ég þá bara komið því hér á framfæri og ég vonast til þess að við náum það allavega niðurstöðum það að koma því þá út með skikkalegum hætti og skýrum hætti fyrr en seinna. Takk. Það bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vildi bara aðeins bregðast við orðum bæjarfulltrúa Gunnars Gíslasonar varðandi 50% lágmarkið. Að þetta aðeins meira en að segja það hvernig á að útfæra svona, enda það víst töluvert þekkt að þáttaka í íbúakosningu yfirleitt töluvert lægri heldur en til dæmis í sveitarstjórnarkosningum eða alþingiskosningum. Og það eru margir möguleikar eins og hún sé í rauninni bara að því að ef að bindandi kosning segjum yfir 50% og hitt ráðgefandi, þá kannski bara alveg eins gott að öll kosningin sé ráðgefandi. Það var ýmsa prósentu verið nefndar í þessa samhengi. Sum sveitarfélög hafa farið af stað með 29% lágmarksþátttaka til þess að hún sé bindandi, ellegar sé hún ráðgefandi. Ég held að við öll sem sitjum hérna inni gerum okkur grein fyrir því að það mjög ólíklegt að 50% kosningabærra manna munu taka þátt í svona íbúakönnun. En það alveg ástæða til þess að skoða þetta og læra kannski af nágrannalöndum okkur og öðrum sveitarfélögum sem hafa verið að standa fyrir íbúakosningu því að íbúasamráðið svo verðmætt að við verðum að vanda okkur við það að upplifin sé ekki að þetta sé þykistu samráð. Þetta verður að vera þá samráð sem að skýrt, vel kynnt og við vitum hvað ætlum að gera við. Annars það bara sýndarmennska. Það bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ef að minni hluti íbúa, 30%, hugsanlega þá 17% íbúa geta tekið ákvarðanir fyrir alla hina og við sættum okkur við það, þá finnst mér við verið í vandastödd. Verulega miklum vanda. Ef að við erum að fara af stað með íbúakosningar mál, þá verðum við að ætlast til þess að fólk vilji taka þátt eða vill ekki taka þátt, það tekur ekki þátt og þar með skilur það í raun og veru málið eftir í höndum bæjarstjórnar og það í sjálfu sér ákvörðun út af fyrir sig. Það ákvörðun út af fyrir sig að bæjarbúar telji ekki þörf á því að taka þátt í kosningu og skilji málið eftir í höndum bæjarstjórnar. Þar með búið að taka þá ákvörðun. Ég bara og fer ekki ofan að þeirri skoðun að ég tel að það sé lágmark að helmingur íbúa taki þátt í svona kosningu og það þá okkar og þeirra sem að láta sér málið varða að hvetja til þessara þátttöku að ná henni fram. Ég ætla bara að benda á það að íbúakosningu til dæmis stækkun álversins í Straumsvík þá tóku yfir 70% þátt en það var samþykkt sem sagt með 80 atkvæða mun að stækka ekki álverið og það var bindandi niðurstaða. Mér finnst bara eðlilegt að við séum að leggja bara málin svona upp og það sé í sjálfu sér bara mjög einfalt. Það bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta bara fín umræða og kannski aðalega vegna þess að þegar það eru íbúakosningar þá þarf einmitt að vera mjög skýrt að ef ég tek ekki þátt í kosningunni ég þá að vísa til bæjarstjórnar eða segja bara bæjarstjórni að taka ákvörðun eða ég að segja hinir sem kjósa mig að ráða þessu. Og það dálítið blæbrigða munur á því og ekkert alveg víst að þeir sem taki
ekki þátt, vilji endilega það, heldur vilji bara að íbúarnir ráðu sig. Þannig að það eru svona nokkrir fletir á þessu sem að við þurfum bara að vera rosalega skýr með. Er þetta ráðgefandi, ef að það er ekki 50% sem að taka þátt, hvað er þá gert við þessar niðurstöður? Er hún þá ráðgefandi? Mun þá einhver taka tillit til hennar? Ef það eru 49% íbúa, 30%, 25% og svo framvegis. Þannig að þess vegna skiptir máli að vanda undirbúningin alveg svakalega vel til þess að það sé alveg ljóst íbúum, bæði þeim sem taka þátt og öðrum, hvað er að gera við þetta og hvað þeirra þáttaka eða þáttöku leysi þýðir. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Hilda Anna Gísladóttir lokið máli sínu. Orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil nú taka undir málflutning bæjarfulltrúa Hildu Jönu vegna þess að þetta er mál sem að þarf að vanda og það þarf að hugsa það hvernig við ætlum að gera þetta og þetta er ekkert alltaf svona einfalt eins og bæjarfulltrúi Gunnar kannski vil setja fram. Vil kannski benda á að í bæjarstjórnarkosningu 2018 þá kusu 66% íbúa Akureyrar og eins og meirihluti sem var myndaður þá sem að hafði rétt rúm 50% atkvæða bak við sig, þá þú veist, við þurfum að vera sanngjörn líka og við þurfum að hugsa þetta svolítið rökrétt og vítt og þess vegna held ég að það sé gott að við séum ekki að taka ákvörðun um þetta hér og nú, hvaða prósenta, hvað á að vera bindandi, heldur þurfum við að hugsa þetta og undirbúa þetta mjög vel. Og bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson, ætla ég að segja. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil bara byrja á því að lýsa yfir ánægju mína að þetta mál sem er búið að vera eitt af hvað umtalasta mál á þessu kjörtímabili hér í bæjarstjórn er komið hér til afgreiðslu eða ekki afgreiðslu, þetta er komið hér til bæjarstjórnar og við erum að vísa því í íbúakosningu sem er í samræmi við það sem framkom í okkar sáttmála þegar við tókum öll höndum saman hér síðast yfir haust. Ég held að þessi umræðum hversu mikið og hvernig við viljum sjá þessa kosningu vera er mjög viðkvæm og við þurfum að vanda okkur vel eins og hefur komið fram hér í máli manna. Ég var svolítið hrifinn af því að við myndum miða við 50% þáttöku og við ræddum þetta á bæjarmálafundi hjá okkur Framsóknarfólki í gær og þá fann ég það á fólki sem að þar var að menn höfðu þessar efasemdir það að hvort að þetta gæti, hvernig skilaboðið værum að senda með því. Og ég held að þegar við fyrst tökum þessa umræða þá þurfum við bara að, þess vegna er ég samþykkur því að þessi bókur sem er sett hér fram í dag, við þurfum að vanda okkur, við þurfum að læra hvernig aðrir hafa gert þetta og við hvaða viðmið við eigum að setja í svona könnun og ég til að bæjarstjóri og við erum að fela hér bæjarstjóri að taka þá vinnu áfram og það er náttúrulega fullt af fólki sem hefur þekkingu á því hvernig þetta á að vera og ég bendi meðal annars á bæjarfulltrúi Sóley Björk hefur nú sérhæft sig af okkar hálfu í svona íbúasamráði, þannig að ég reikna nú með að hún geti lagt sitt og lóð á vogarskálina í þessari umræðu. En ég venti þess að við fáum hér tillögur það hvernig skuli staðið að þessu fljótlega og við þurfum að vanda okkur, við þurfum líka að passa okkur á því að kynna vel fyrir bæjarbúum hvað við erum að fara með fram hér í íbúakosningu. Við þurfum að reyna að koma út úr huga fólks þessari 11 hæða blokk sem birtist alltaf í allri umræðu á Facebook þessi mál. Við erum að horfa á allt öðru í byggingarlag, þarna erum við komin niður í 5-6 hæðir, svipað eins og var kynnt fyrir okkur í upphafi þessa máls og svona kannski ekkert langt frá lagi með það skipula sem er í dag. Það er náttúrulega að tala um 34 hæðir, þannig erum við farin að tala um 5-6 hæðir. Við erum að tala um 4 hæðir sem næst Gránafélagshúsunum. Þannig að ég til þetta að vera svona komið í þann farveg sem að mögulega fleiri bæjarbúar verða sátti við heldur en hafa verið við það sem þær tillögur sem hafa verið til þessa. Þannig að ég held að það sé mikilvægt að við reynum líka öll sömul að hvetja fólk til að taka þátt, kynna sér gögnin, kynna sér málið þegar þau eru lögð fram og taka þátt í þessari íbúakosningu. Það er kannski líka bara prófsteinn fyrir okkur til framtíðar hvort við getum notað svona íbúakosninga til að fá fram vilja bæjarbúa. Þannig að ég legg til að við vöndum okkur, gerum þetta vel
og auðvitað samþykki ég þessa bókun sem er lögð fram. Takk. Það bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, finnst aldrei einkennilega orðræða hérna, sko, máli snýst að gera þetta vel. Þetta snýst líka það gefa skýr skilaboð. Okkur gengur það frekar illa í þessari bæjarstjórn að gefa skýr skilaboð. En það verður enginn talað annað en að vanda til verka og gera þetta vel. Og það er nefnilega ennþá meiri áskorun til okkar ef við setjum svona mörk heldur en ekki. Og sérstaklega það þá að hvetja fólk til þátttöku. Vinna þá þannig í því og leggja metnað í þetta. Það er það sem ég vil. Takk. Það bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, við erum núna í dag hér að samþykja að fela bæjarstjóra að vinna málið áfram og við fáum náttúrulega væntanlega hér tillögur það aftur þar sem við munum gefa fólki skýr skilaboð það hvernig staðið skuli að þessu, þannig að fólk viti nákvæmlega hvað það er að fara út í þegar það tekur þátt í íbúakosningu. Þannig að ég tel ekki við með þessari bókunum við séum á loka á eitt eða neitt. Ég held að við séum bara að vanda okkur og vinna vel. Mér veist bara allt í lagi að segja það ég enn og aftur í pontu að við þurfum að gera þetta vel og við skulum vanda okkur. Þetta er fyrsta skipt sem við tökum svona virkilega íbúakosningu, eða fyrsta skipt sem við gerum það. Og við skulum bara vanda okkur og hvetja fólk til að taka þátt. Taka þátt í lýðræðinu, hvað finnst fólki þetta og hvað finnst þá fólki þær hugmyndir sem við erum að leggja fram eftir þessar breytingar sem við erum að samþykkja á skipulaginu. Það er að segja að fara niður í 20 metra. Það er allt annað heldur þær hugmyndir sem uppi voru á sínu tíma sem ef ég man rétt voru bara upp undir 40-42 metrar. Þannig að þetta er töluverð breyting frá því sem var verið að ræða í upphafi og þær myndir sem hafa birst á samfélagsmiðlum. Þannig að við skulum bara gera þetta vel og auðvitað komum við síðan til með að kynna fyrir bæjarbúum þannig að það sé alveg skýrt hvað við viljum fá úr þessum kosningum. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu, orðið er laust. Fleiri hafa ekki hvað sér hljóðst þeir sem geta samþykkt að vísa málinu í íbúakosningu, gefið merki. Það eru 11.